Ágætu stjórnendur og aðrir starfsmenn Landsvirkjunar og góðir gestir. Það mér mikil ánægja að ávarpa ykkur hér í dag á haustfundi Landsvirkjunar 2022. Yfirskrift haustfundarins að þessu sinni breytt heimsmynd, breytt forgangsröðun. Mér langar að skoða þessa breyttu heimsmynd út frá tveimur sjónarhornum. Annars vegar orkuöryggi og hins vegar loftslagsmálum. Þessar áskoranir leggjast á eitt og mæta okkur af tvöföldum þunga. Byrjum á orkuörygginu. Ein alvarlegasta orkukrísa í áratugi dynur nú á nágrannaþjóðir allt í kringum okkur. Í Evrópu hefur staða orkumála versnað mjög eftir að innrás Rússlands í Úkraínu hófst. Þar nú unnið að neyðaráðstöfunum í orkumálum vegna afleiðinga stríðsins sem felur í sér orkuskort og hækkandi orkuverð. Í löndum í kringum okkur leitað allra leiða til að draga úr eftirspurn, auka fjölbreytni orkugjafa og fjárfesta í endurnýjanlegum orkugjöfum. Við sjáum með enn gleggri hætti mikilvægi þess að vera ekki bara óháð jarðefnaeldsneyti, heldur óháð öðrum orku og eldsneyti. Krísan varpar nú skýru ljósi á nauðsyn endurnýjanlegra orkugjafa og hve mikilvægt þjóðaröryggismál felst í orkusjálfstæði. Stefnan setur orkuöryggið í öndvegi og segir að ávallt skuli uppfylla orkuþörf samfélags og setur jafnframt þarfir almennings ofar öllu. Og til að setja hlutina í samhengi, þá getum við horft á þetta svona. Mér sýnist að það sé svona þrennt sem að sé ódýrt á Íslandi. Það lambakjöt og Guð má vita á hverju það Nú kannski fiskur og svo orka. Og nú það þannig að við viljum ekki að hlutirnir séu mjög ódýrir á Íslandi vegna þess að við viljum hafa hér góð lífskjör og há laun. En ef við ógnum á einhvern hátt þeirri stöðu að heimilin landinu búi áfram að ódýri orku, þá erum við ekki einvörðungu að vega fjárhagslegum stöðugleika heimilina, heldur líka að samkeppnishæfni Íslands þar sem þar með væri sérstöðu landsins raskað. Þess vegna geta ákvarðanir orkuverð til heimila og fyrirtækja ekki verið einkamál þeirra fyrirtækja sem starfa á raforkumarkaði. Heldur það málefni sem varðar okkur öll. Þess vegna munum við áfram standa vörð lágt orkuverð til heimilana og fyrirtækja í landinu. Það haustar að og sem betur fer þurfi Íslendingar ekki að bera kvíðboga í brjósti fyrir komandi vetri, þar sem hér á landi ekki slík hætta á ferðinni að við þurfum að óttast orkuskort eða orkuverð í hæstu hæðum. Hér ekki neitt slíkt að ræða. Og það getum við þakkað okkar innlendu orkugjöfum, raforkunni og varmanum og kerfunum sem veita þeim til heimila og fyrirtækja í landinu. Við þurfum þó ávallt að vera viðbúin og tryggja varnir, þanþol og viðbrögð. Við búum í harðbýlu landi þar sem veðurfar og náttúruhamfarir reyna oft verulega á og mögulega enn meir með breytingu loftslagsins. Eitt af mínum fyrstu embættisverkum var að setjast að vinnu til að gera gangskur að tryggja orkuframboði fyrir almenna hluta raforkumarkaðarins. Í ráðuneytinu nú unnið með tillögu nefndar orkuöryggi þar sem ætlunin að skerpa á ábyrgðarhlutverki Orkustofnunar og fela stofnuninni aukin verkefni í tengslum við orkuöryggi. Þar til að byrja með aukin áherslu á upplýsingagjöf til að auka fyrirsjáanleika á markaði fyrir heimili og smærri fyrirtæki. Ætlunin þá að þróa frekari úrræði sem munu byggja á þeim upplýsingum, vöktum og viðmiðunum. En kæru fundamenn, þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir á öllum sviðum segja okkur að kyrrstaða
ekki valkostur. Áralöng kyrrstaða hefur loks verið rofin með afgreiðslu Alþingis á 3. áfanga rammaáætlunar í vor. Þetta í fyrsta sinn í rúm 9 ár þar sem samkomulag næst á Alþingi afgreiðslu rammaáætlunar. Rammaáætlun veitir okkur leiðsögn forgangsröðun og á hvaða svæðum ætti alls ekki að vinna að orkuöflun, byggt á mati sérfræðinga á náttúruverndargildi þeirra svæða sem eru til umfjöllunar og mati á mögulegum áhrifum á aðra nýtingu eins og til dæmis ferðaþjónustu. Öflun orku getur haft veruleg og óafturkræf áhrif á náttúru landsins og okkur ber að stíga varlega til jarðar og byggja á bestu fáanlegum upplýsingum á hverjum tíma. Afgreiðsla rammaáætlunar færir okkur aukið orkuöryggi og tækifæri til að vinna áfram að krafti að orkuskiptunum. Orkuöryggi felst í auknu framboði, auk þess sem áhættudreifing felst í fjölbreyttari orkukostum en vatnsafla og jarðvarma. En nú eru 2 vindorkukostir í nýtingarflokki sem Landsvirkjun stendur að, það Blöndulundur og Búrfellslundur. Samtals eru nú í nýtingarflokki 1421 megawatt í 18 mögulegum virkjunarkostum. En það ekki nóg að virkjunarkostir sé í nýtingarflokki, framkvæmdaaðilarnir sem standa þeim kostum þurfa líka að hefjast handa við undirbúning og framkvæmdir. Til að stjórnvöld nái settum markmiðum í loftslagsmálum nauðsynlegt að afla nýrrar grænnar orku. Í því efni treystum við ekki síst á Landsvirkjun. Mikilvægur áfangi hefur enn fremur náðst með breytingu á lögum verndar- og orkunýtingaráætlun sem einnig var samþykkt á vorþingi. Þar var lögð til sú breyting að rammaáætlun taki ekki lengur til stækkan á virkjunum sem þegar í rekstri, svo framarlega sem stækkunin fel ekki í sér að óröskuðu svæði verði raskað. Þannig hægt að auka orkuöflun og orkunýtni með lágmarksraski á umhverfi þegar gefið tækifæri á að hraða aflaukningu þeirra virkjana sem þegar í rekstri. Í sáttmála ríkisstjórnarinnar segir að setja skuli sérstök lög nýtingu vindorku, með það að markmiði að einfalda uppbyggingu vindorkuvera til framleiðslu á grænni orku. Áhersla verði lögð á að vindorkuver byggist upp á afmörkuðum svæðum nærri tengivirkjum og flutningslínum svo unnt verði að tryggja afhendingaröryggi og lágmarka umhverfisáhrif. Tekið fram að mikilvægt sé að breið sátt ríki uppbyggingu vindorkuvera og tillit sé tekið til sjónrænna áhrifa á dýralíf og náttúru. Einnig að taka verði afstöðu til gjaldtöku fyrir slíka nýtingu. Það mín skoðun að mikilvægt að næstu nágrannar slíkrar uppbyggingu fái fjárhagslega að njóta þess. Hlutverk skipa starfshóps vindorkunýtingu verður að skoða og gera tillögur hvernig ofangreindum markmiðum verði náð. Gert ráð fyrir að starfshópurinn fari ítarlega yfir lög verndar- og orkunýtingaráætlun að því að varða meðhöndlun og málsmeðferð vindorku yfir 10 megawatt innan rammaáætlunar, auk lagafrumvarps og þingsályktunartillögu sem lögð voru fram 2021 staðsetningu vindorkuvera í landslagi og náttúru Íslands. Stjórnarsáttmáli boðar einnig mörkun stefnu vindorku á hafi. Þar annar starfshópur að störfum með fulltrúum Orkustofnunar, Veðurstofu, ISOR, Náttúrufræðistofnunar og starfshópurinn vil leita upplýsinga hjá framangreindum stofnunum, auk Hafrannsóknastofnunar, Samorku og Landsvirkjunar, ásamt upplýsingum stöðu mála og lagaumhverfi í öðrum ríkjum. En áfram vinnum við og leitum leiða til að tryggja orkuöryggi til skamms og lengri tíma. Við með allar klær úti. Hér horfum við áfram til meiri fjölbreytni orkukosta, stórra sem smárra, sem geta jafnvel komið fyrr til framkvæmda en hefðbundnari kostir sem falla innan rammans. Hér bæði átt við raforkuþörf og varmaþörf til húsinnar og Orkustofnun hefur verið falið að vinna samantekt stöðumála fyrir nýja orkukosti.
Kanna þarf fýsileika, framboð og varpa ljósi á hvaða hindranir, ef einhverjar, standa í vegi fyrir framþróun smávirkjana, sólorkuvera, sólarselna, sjávarfallavirkjana, varmadælna, lífeldsneytis, glatvarma, orkuframboð, hitaveitna, ýmissa snjalllausna og þátttöku notenda, þar með talið stórnotenda í raforkukerfinu. Þó hér sé að mestu fjallað aukna raforkuframleiðslu, þá þreytist ég seint á að undirstrika mikilvægi þess að tryggja aðgang að heitu vatni til framtíðar til hitunar húsa. Það verður að sýna fyrirhyggju í þeim efnum svo ekki komi til skortur þar á komandi árum. Hér önnur skýr forgangsröðun fyrir mikilvægan innvið sem sinnir grunnþörfum almennings og gerir landi okkar byggilegt. Á þessu sviði höfum við ekki staðið okkur og það ekki boðlegt að það sé ekki nægt framboð af heitu vatni til húshitunar á Íslandi. Góðir gestir, stjórnvöld hafa sett sér metnaðarfull markmið í loftslagsmálum sem að verða kolefnishlutlaus og hætta alfarið notkun jarðefnaeldsneytis fyrir árið 2040. Verkefnið stórt og kallar á samdrátt í losun 1,3 milljónir tonna af CO2 á beinni ábyrgð Íslands fyrir árið 2030. Hert markmið Íslands samdrátt í losun og markmið kolefnishlutleysi og full orkuskipti kalla á skýrari sýn og nýja nálgun sem byggja á markmiðum fyrir einstaka geira atvinnulífsins, aukinni áherslu á loftslagshagstjórn og forgangsröðun í þágu loftslagsmarkmiða á öllum sviðum samfélagsins. Ný nálgun verður viðhöfð varðandi samstarf ríkisstjórnar, stjórnsýslu, atvinnulífs, sveitarfélaga og annarra hagsmunaaðila. Markmiðið verði að ná betri og öflugri samskiptum og þannig meiri árangri á skemmri tíma. Nauðsynlegt að stjórnvöld, atvinnulíf og sveitarfélög stígi enn ákveðnar inn í aðgerðaáætlun Íslands með eigin markmiðum og aðgerðum. Samtal við atvinnulífið vegna geiramarkmiða komið á stað og samvinna við sveitarfélögin og stjórnarráðið í heild lykilatriði til að ná árangri. Opinberi geirinn ekki undanskilinn. Nauðsynlegt að eigendastefna félaga í eigu ríkisins verði uppfærð þannig að skýrt verði að þeim beri að stuðla að framgangi verkefna á sviði loftslags og orkuskipta í samræmi við markmið Íslands í loftslagsmálum. Þó aðgerðir til samdráttar og kolefnisbindingar séu á endanum númer 1, 2 og 3, þá þurfum við að skilja hvernig við lögum okkur að heimi ólíkum þeim sem við nú þekkjum. Rétt eins og samdráttur í losun verkefni okkar allra, þá verðum við öll að læra á næstu árum að hugsa áhrif loftslagsbreytinga þegar við byggjum húsin okkar, skipuleggjum byggðir, hugum að líffræðilegri fjölbreytni og tökum ákvarðanir innan fyrirtækjanna okkar sem móta framtíð, atvinnuvega og þjóðarhag. Að lokum nokkur orð sóknarfærin. Undanfarna mánuði hafa aðilar úr ýmsum áttum unnið að kortlagningu grænna iðngarða og hvar helstu sóknarfærin liggja. Hringrásarhagkerfið leikur þar mikilvægt hlutverk en að vinnunni stóðu Íslandsstofa, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið, Landsvirkjun og Norðurþing. Kynntur hefur verið fyrsti áfangi þeirra vinnu og leiðavísir fyrir næstu skref. Þar gerð grein fyrir því hvernig efla má atvinnulífið, auka samkeppnishæfni Íslands og treysta byggð á landsbyggðinni með grænum nýfjárfestingum og uppbyggingu grænna iðngarða. Settur hefur verið á laggirnar stýrihópur eflingu umhverfis- og loftslagsvænna nýfjárfestinga. Verkefni hefur hlotið græni dregillinn og því ætlað að efla stuðning við aðila sem sýna áhuga að ráðast í loftslagstengd græn nýfjárfestingaverkefni á Íslandi. Greining Íslandsstofu bendir til að stuðningsumhverfið við nýfjárfestingaverkefni séu öflugra í helstu samkeppnislöndum okkar
og að ferli og umgjörð slíkra fjárfestingarverkefna frá hugmyndarekstri sé markvissara, einfaldara og skýrara. Sýn verkefnisins græna dreigilinn að bæta ferla og þjónustu, allt frá hugmynd að rekstri við ný fjárfestingarverkefni sem falla framangreindri stefnumótun eða á skilgreindum þróunarsvæðum samkvæmt vinnu atvinnuþróunarfélaga og eða sveitarfélaga. Fyrir liggur að allmörg ný fjárfestingarverkefni í athugun víðs vegar landið og myndi verkefnið bæði geta stutt við framgang þeirra og notið góðs af þeirri greiningarvinnu sem unnið að í tengslum við þau. Og að lokum, við þurfum að aðlagast breyttum heimi. Við þurfum að haga seglum eftir vindi og þrauka þá storma sem á okkur dynja. Okkur tíðrætt öryggi þessar myndir. Það mikið öryggi fólgið í því að rekstur orkufyrirtækis þjóðina gangi vel. Við njótum öll góðs af skynsamlegum ákvörðunum og framkvæmdum í nýtingu á orkuauðlindum landsins á undanförnum árum og áratugum. Þarfir almennings og eiga vera í forgangi á Landsvirkjun og mun fyrirtæki nú sem fyrr svara kallinu og mæta þeim áskorunum sem þjóðin stendur frammi fyrir á orku- og loftslagssviði með þeirri einurð og drifkrafti sem einkennir starfið á sama tíma og hvergi slegið af vönduðum vinnubrögðum. Takk fyrir.